Hvers vegna ert þú á móti mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið? Evrópusambandið hefur á undanförnum árum og áratugum verið að þróast alltaf meira og meira frá því að vera ríkjasamband í átt til þess að vera í raun ofur miðstýrt sambandsríki. Þannig að við inngöngu myndum við afhenda frá okkur fullveldið og forræði yfir okkar dýrmætu náttúruauðlindum. Nú þeir eru til sem að segja að við eigum að ganga þarna inn til þess að komast að borðinu, til þess að hafa áhrif og því til að svara að jafnvel stór þjóð eins og Bretar sem eru 60 milljónir, þeir kvarta undan því að hafa lítil áhrif innan ESB og mjög margar raddir í Bretlandi vilja bara krefjast þess að þeir segi sig úr ESB. Og þessar sömu raddir gerast háværari víðar innan Evrópusambandsins, menn vilja ganga út, enda þar stöðnun og mjög djúp efnahagslægð og það eru engin teikn á lofti neitt efnahagsbata innan ESB. Og þeir eru líka ýmsir sem að vilja klára viðræðurnar. Og því til að svara að ef við værum í samskonar samningaviðræðum og Noregur átti við ESB á sínum tíma, þá væri það sjálfsagt mál. En staðreyndin svo að Evrópusambandi stundar ekki slíkar samningaviðræður lengur. Það breyttist við upptöku Lissabonsáttmálans. Núna sækja ríki inngöngu og við það fer í gang aðlögunarferli þar sem að umsóknarríki aðlaga sig í áföngum að öllu regluverki ESB. Nú hjá okkur strandaði þetta á sjávarútvegs- og landbúnaðarkaflanum. Við komumst ekki lönd né strönd vegna þess að Evrópusambandi veitir engar varanlegar undanþágur í veigamiklu málum. Þeir hafa veitt varanlegar undanþágur í smá málum sem skipta Evrópusambandið engu máli í efnahagslegu tilliti. Þeir veittu Svíum undanþágur varðandi munntóbak, Dönum vegna sumarhúsa og Möldubúar fá að veiða eitthvað af skrautfiskum áfram, en í stóru og veigamiklu og þýðingamiklu máli, eins og íslenskri fiskveiðilögsögu, þar enga varanlega undanþágu að fá. Þetta segir Evrópusambandið sjálft og þess vegna segi ég nei við ESB.